Það kemur bara hjá mér sko ef ég að veiða vill maður bara fá vindilinn sko. Já, hvað þau stendur í ánni það? Já, það einu skipti. Ég skil það samt vel sko. Það samt fátt betra, þetta ekki flugu. Jú, sjálfsögðu. Já. Engan annan umhyggjaskap. Ert þú að veiða? Sko þetta hobby sem að pabbi minn búin að draga mjög þegar ég var krakki sko. Þannig að ég fer 1-2 ári, kannski ekki oftar en það, þetta náttúrulega dýr sport og allt það. Og hann býður mér alltaf, skilja. Þetta alltaf svona partur afmælisgjöf, jólagjöf dæmi, það þessi upplifun og maður alveg með delluna sko. Já, farið þá upp í veiðihús og eitthvað svona. Já, veiðihús, það gist og það bara gaman skilur og svo stendur maður í ánni og að berja þess að helvits á fram og tilbaka, ekkert gerist. Ég held að ég komið svona 3 sumur núna sem ekkert hefur komið upp og þá ég bara eitthvað, þetta ég? Það hlýtur að vera, skilur. En nei, það alltaf á gafstökunum. Áin á köld eða hún á heit, það of lítið vatn, það of mikið, það alltaf eitthvað. Ástæðan okkur að segja ekki að býta akkurat núna, sko. Þannig að, maður með þessa dellu, sko. Já. Hún góð stella. Ég hef aldrei farið. Já, þú þarft að prófa þessa dellu, sko. Þú að draga með þér. Já. Lána honum gömlu vöðlunar og... Prumpuliktin í henni. Ég var til bara að fara í einhver litla á einhver staðar og lítið tjald og hundi með og lítið varðeld og kannski sjóðu einhver egg eða eitthvað svoleiðis. Já, ég sé það samt fyrir mig líka sko. Það svona frekar en eitthvað svona veiðihús og standa í einhverju á allan daginn eitthvað og Það ekkert staði endilega í ánni allan daginn en þú veist, það þetta skipta stöngin á milli sín. Já, það enda næs. Það held að deili stöngin, einn situr á bakkanum, alltaf með einn opinn. Akkurat. Og hafa kælt í ón í ánni, sko. Já. Jú, þetta kannski eitthvað sem hægt, sko. Algjörlega. Já, ég fekk okkur flug og gefum svo daginn frá Viking Gildum. Bjórin. Þá voru þeirra í svona einhver svona herferð núna og þá voru þeirra eitthvað að vinna með svona, hvað segir maður, flugunýtingarmanni. Já. Og hann gerði eitthvað svona Viking Gildu flugurnar. Ég með hann út í bíl, ég taka hann bara inn og sína ykkur hana. En hún ókslega falleg og svona lítil en það sko gilt, svört og rauð í flugulitun sko. Hún úr áli? Já, Áldósin bara. Endurinn úr töppar og svona. Sko, afi minn var 2 metrar á hæð og svona 150 kíló kraftagall sko. Og hann var alltaf að hnýta flugur. Puttarnir á honum var svo bjúur sko. Ég skildi aldrei hvernig að svona risa puttar gátu þetta er svo rosalega lítið sko. Hafið gert ykkur eigi? Ég reyndi það. Það bara ákveðin takni, þú veist, og með svo kallar væst þegar þú ert að nýta flugunar. Þú veist, fyrir svona kringum þetta að maður getur alveg haft bjúu putta við þetta. Ég bara man alltaf eftir einhver svona risa stór yfir einhver svona skitler stóti maður. Já, ég sé þetta fyrir mig. Ég man einn stýran var í veiðhúsinu og hún var með svona pínu lítinn hund, svartan, og skottið á hann var svona fluffy og svo fyndi að sjá alla veiðikallan að þau komið í hátinn og alltaf horfa hýru auga á skottið á hann og með skærin hérna til að nýta flugu úr skottið á hundin og þetta að berja alla frá hundin. Það er nokkra flugur að það. En við fengum að Adam kannski ekki til að koma og tala veiði eða fluguveiði eða flugugerð. Já, menn hafa áhuga á ýmsu. Já. En þú ert að gera myndbönd á samfélagsmiðlum og TikTok þá aðalega. Já. Og ertu ekki aðalega á TikTok svona með þessi myndbönd? Jú, það byrjaði þar og gengur svolítið vel þar þannig að maður búin að halda sér það sem hlutinni virka. Sko. Og hvernig byrjaði þetta? Og hvernig ákvaðstu bara að fara út í þetta? Ertu með eitthvað bakgrunn eða eitthvað í matabransanum? Ég er með ágætan bakgrunn, ég myndi segja það. Ég byrjaði fyrst sem barþjónn 17 ára. Bara svona 17-18 ára. Bara svona rétt löglegur á 101 hótel. Og var þar... Varstu glasabat? Ég byrjaði svona glasabat, fekk síðan að prófa að hrista kóktela en líka bara þjóna, sko. Og síðan færði ég mig yfir íslenska barinn, það að hann var að opna. Og þá sem hann bara beint á móti, það sem hann er núna í dag. Og það er náttúrulega miklu meira svona bjórmenning. Og þar kynnti sér bjórnum rosalega vel, allt íslenski bjóra náttúrulega. Og þetta var svona þegar þessir, þú veist,
stemmingin var að byrja rosalega mikið, þú veist, það voru kaldi var komin hann og búin að gera, var svolítið svona aðalmerkið á þessum tíma og þetta voru peileilar og Indian Pale og þetta var alltaf svolítið að koma þá og þannig að maður var svolítið svona bjórperri þar, mjög ungu bjórperri sko og síðan færði ég mig yfir á Brynja Brugghús þegar þeir opnuðu og þá náttúrulega bara, þú veist, þau voru að brugga sin eigin bjór bara þarna á staðinu, ótrúlega flott og bara geggja konsept sem var í gangi að það og þar var ég alveg í 5-6 ár skilur. Og þá er allt frá því að vera bara barþjónn upp í vakstjóra upp í að prófa að brugga bjór og svona og síðan eftir það þá fyrir ég í skólan fyrir ég háskólan í Reykjavík á ég svona diplómi svona Cesar Ritz hótelstjórnun og veitingarhúsarekstur af því að þú veist ég var náttúrulega bara þetta var einn sem ég þekkti eitthvað megin þú veist í svona vinnulega séð og var pabbi, hann var búin að átti hostel skilur, þannig að þetta var svona, þú veist, þetta var svona kannski að taka við að því að hjálpa honum að stekka það að gera eitthvað meira úr því, ég ætla að prófa þetta ná og tek hérna ár fæ hérna diplómu frá Cesar Ritz hérna háskólanum í Sviss sem er svona í þessari svona fine dining og fórstu þú út og varst í Sviss? Nei, þetta var allt ekki hérna heima sko. Fjarnámi bara? Já, af því að ég eignaði stelpu þegar ég var 21 ár sko. Þannig að þá var mamma ekkert mikið að hoppa mikið út sko. Þetta var meira bara svona það sem var í boði sko. og síðan kláraði það nám og stofna síðan matvagn með vinum mínum bara strax eftir það og það ævintýri endist ekki lengi sko. Og hvað hét matvagnin? Þetta var, hann sko, þegar ég var hérna hann hét Tacosson þetta var sem sagt bara, já, taco matvagn og á þess að fara og djúpt í það ævintýri þá eiginlega svona, þú veist, splundraðist svolítið svona, þú veist, það var ekki svona við vorum eiginlega ekki alveg sömu blaðsinu í lok sumars eftir allt sem maður búin að leggja inn þannig að þá svona þá steig maður bara svona pent frá því verkefni sko. En þar kynntist ég þessu, hvað þetta er gríðarlega mikil vinna sem þarf að leggja á sig fyrir svona, þú veist kannski ekki endilega rosalega mikið sem færir í törn Nei, það er ekki tala og þú þarft virkilega að elska það sem þú ert að gera til þess að nenna að standa í þessu Nákvæmlega Það er svona reynsla hjá ansi mörgum sem hafa lagt í þetta ævintýri það er yfirleitt þeir sem að eru tilbúinir að geta skíti í svolítinn tíma sko. þeir kannski komast áfram Algjörlega, það var þannig ég kynntist því alveg mjög vel þarna sko. Og hvað gerist síðan? Já, síðan fer ég bara í nýjan rekstur og þá er það með í solo hlaupahjólin sem voru í samkeppnum við Hopp, Svörtu appisingulu var framkvæmdastjóri þar síðan 2019 bara síðan núna í sumar bara við seldum flotan út núna í byrjun árs þannig að við erum svona hætti því þetta og líka maður er 5 ár í þessu skilur þannig að maður er svona tími til að gera eitthvað annað og þetta er á svipuðum tíma skilur og byrja aðeins og undan að búa til þessi mymbönd og þetta er svolítið svona tekur svolítið við núna að því að og til að halda áfram söguna síðan eru konur í seppuna sem ég kannski fyrir með að síða á eftir en já, hvernig þetta byrjaði með myndböndin ef við kannski fyrir bara því það endilega. Þá sko einn af mínum svona idols bara maður sem ég lítið ógeðslega mikið upp til bara síðan ég sá hann fyrst og hugsa bara vá, mér langar að lifa þessu lífstíl hann er töffari þetta er bad boy, hann er í mat og það var Anthony Bourdain hann er geggjaður hann er alveg geggjaður ég held að allir sem hafa kynnt sér hann eitthvað og skoða eitthvað sem hann hefur gert sem að fíla mat eru þarna líka sko. Hann er líka algjörlega mitt idol sko. hann er bara kóngurinn hann er frábær hann er algjörlega frábær og hann var að lífa sem bara eitthvað svona skemmtur lífstíl ég las bókina hann Kitchen Confidentials hafið þið lesið hana? Nei, ekki lesið hana ok, ég hlusta á hana þetta er allavega, hún er svona allir kokkar og svona sem eru búin að vera í bransunum að lesa þetta, þeir náttúrulega tengja við svona á öðru leveli sko og ég fann það alveg að tala að þeir sem er í eldhúsinu þetta er sjóræningja krúið þitt skilur, þetta er bara krúið þitt þið eru þarna og það er bara oftast er þetta í einhvern svona í kjallaranum í gluggalausu rými 12 tíma og það er eitt sem er búin að sitja í fangilsi annar sem er ólöglegur innflytjandi og þetta er bara stemmari skilur og þetta er svo beautiful concept sko. þetta er nákvæmlega þetta þegar bara myndast þetta litla samfélag og það er bara svona
allir að komast í gegnum daginn, allir einhvern veginn að keppast en samt ekki og allir, þú veist, svo einmitt þetta sumir fara út í síku og sumir koma þunnir og svo, þú veist, og svo þetta bara einhver svona dýragarður af liði sem að rúlar hann í gegn. Nákvæmlega, alls konar típur sko, og ég hef alveg sagt þetta oft sko, ef maður veit alveg klíkustu típunar eru kallarnir í eldhúsinu sko. Það bara svona að, þú veist, maður heyrir svo mikið af finnusögum af alls konar típum. Ég sá einu sinni með hérna Marco Pierre White, þá var að tala á hann, þá var hann ungur sko, var með veitingastæðin sinn. Þau tóku viðtal við hann sko daginn, þannig að hann kom bara fram í gallanum og búin að vera að preppa og kveikti sér í sígarettu og fór að spjalla við og þau spurði hérna, ég fréttum að því að hérna, þú hafi verið eitthvað vesinn og hendi einhverju fólki út í gær. Hann sagði bara, já, sko, ég vinn hérna í 14 tíma á dag, alla daga og krúið mitt og svona, þannig að þegar þú kemur hingað inn, þá ertu komin heim til mín. Ég meira hérna heldur en alls staðar annars staðar. Og ef einhver kemur heim til þín í matabóð og ætlar að vera dónalegu við, þá vísar hann bara út og það er bara það sem ég geri. og mér fannst þetta svo brilljant leið til að horfa á þetta bara, þú veist, hann er hann í 14 tíma, þetta er hans stöf, þú ert að koma í heimsókn og upp á að borga fyrir að upplifa það sem hann er að gera. Þannig að í rauninni, þú veist, þú getur að þú þarft alltaf að sína þessa virðingu sko. Akkurat. Já, það er rétt. Það er bara eins og í flest öllu skilur, það ekki bara maður bara sína bara stjættin virðingu og maður fær hana sko sannlega tilbaka. Já, það er bara svo auðvelt sko, þetta er svona fín lína þegar þú ert í veitinga að fara út að borða, þú veist, þú ert að koma til þess að láta fara, þú veist, þú ert svolítið að borga fyrir þjónustu og vilt láta svona þjóna þér og koma, þú veist, þannig að það er ótrúlega oft sem að fólk svona aðeins gleymir sér í því, sko, og hvað þeim finnst þau að skilja, sko. Já, það er rétt, ég hérna, sem þjótt, sko, þegar ég var hann þú veist, að fá smella, sko. Já. Þú veist, þetta er bara svona tryggar, skilur, bara heldur bara allir þjóna sé bara konum þetta sama, sko. Það er bara, þetta er rosalegt, skilur, og ég sé fólk gera þetta í dag eða eitthvað svona, maður er bara, þú veist, hver er uppeld? Skilur, þú veist bara Þetta er ekkert eðlilega dónalegt sko. Þetta er, þú veist, maður alveg tekið bara, þú veist, bara ásakið, þú veist, ég er ekki hundur bara viltu bara vinstast ekki smella á þjónið Já, hei, heyrðu þú hana Ég er bara svo bara heyri ekki neitt ég ætla ekki, sko, þú var bara vesti þjónustin af öllum í kvöld, halda bara að smella bara í allt kvöld í staðin, sko En það eru þjónarnir hérna, sko, það er bara hann í Hvað heit myndir hann að Waiters? Waiting. Já, Waiting. Hefur þið séð hana? Það er rosalegt, sko. Það er alveg svona Það var einhver með þennan dónaskapið mitt. Það er skóla bókadæmi bara hvernig þetta á ekki að vera, sko. Það var bara að vera að klippa pungkár í samlokurnar og salt á ég sé þessi atrið, ég veit hvað það tala bara, heyrðu, þessi byrð svona eitthvað svona á borðið 13 hérna má ég svo flusuna Já, ég held að svo mynd hafi ekki átt að koma út, sko. Nei. En það eru kannski einhverju sem hefur hugsað sér tvisar hana eftir þetta. Þetta er ekki svona. Ég hef aldrei á mínu ferli séð neitt svona sammála, bara ever. Nei. Þú kannski með eitthvað sögur. Já, þú veist, ég er kannski búin að vera lengur í bransanum en þú. Það var náttúrulega eins og, manstu þegar við áttum samtali við Ívar hérna. Já. Þú veist, þetta var the Wild West hérna fyrir mörgum árum síðan, sko. Já, ég held að það sé alveg punkturinn er að þetta er svona svolítið lengra síðan. Það er búið að vera turning point þar sem að þetta er alveg, þú veist, þetta er ekki lengur til staðar, sko. En ég man alveg eftir atvikum. Og þetta er eins og við talaðum minna, þú veist að þegar það er svo gríðarlega mikill munur á því hvernig ég byrjaði til dæmis og hvernig hann byrjaði því að þegar ég byrjaði þá er ég bara að heyra hetjusögurnar, sko. Bara frá svona eldri kokkurinn sem eru bara að segja, já, svo er allir bara blindfullir hérna, eitthvað að drekka sósuvínið og einhver sopnaði þullagarnum og eitthvað svona, þú veist, þetta er bara svolítið búið, sko. Já, maður verður að taka sér að leggja eitthvað staðar. En ég held bara að professionalismin sé bara orðin það hár í öllum þessum eldhúsum að þetta er bara alveg búið. Það er bara toleransi fyrir svona er bara ekki. Já, heldur betur. Þeir er alltaf að minna fyrir því. Já. Þeir eru byrjað að finna betri staði til að leggja sig Það er alltaf búið að salt og pipra núna. Vinnu eftir lítið komið með ákveðin standard. Ég held að turning pointi hafi verið þegar fyrir að setja salt og pipar í vínin sem að vera að selja í veitingahúsinu. Já, þar hafi þetta er svona eins og að setja hérna, þú vilt hætta hana að neglurnar, setur þú svona naglalakk svona yfir hana. Já, svo finnur eitthvað óbrað þarna, eitthvað skrítið. En aftur að hérna
við erum svolítið út allt en ég var alveg til að heyra meira hérna, hvað verður kveikjan? Hvað kemur hugmyndin? Já, eins og segi, þetta var Anthony Bourdain það sem við vorum við skautum aftur og fyrir aftur brautina og mér langaði, þú veist, ég bara, hvernig get ég gert þetta? Þú veist, ég er ekki að fara að skrifa bók ég er bara, sko lesblindur og hérna styrkleiki minn leikur ekki í hérna, í að skrifa á bækur og svoleiðis, ágætur í öðru þannig að, og síðan bara satt ég á þessu, bara frá þarna 21 þannig til núna bara því ég var 29 ára, eða 30, eitthvað svoleiðis þá, hérna, sem sagt vinn ég gjafabréf á Pósthús Matvöll frítt út að borða fyrir 2 í heilt ár rosalt gjafabréf bara rosalt gjafabréf sko. Og þá var ég hérna og sitja hérna Matvöllinni og búin að skoða þetta og svo er ég hitt ykkur félag bara hvað hérna, bara lansin sé ykkur bara, ég veit ekki hvað ég fá mér ég er búin að labba hérna 3 hringi og þá kemur svona kveikjan skilur, af því að þú veist ég er líka mikið á samfélagsmiðlum skilur á TikTok og skrolla og eitthvað svona bara heyrðu þetta, þannig er kannski ykkur hylla þannig að því sé engan vera að gera þetta eða allan að gera þetta svona eins og mér langar að gera það áhverju ekki að bara prófa þetta þú veist, ég er með Matvöll, ég er með bara unlimited út að borða hérna bara, ég get bara byrjað hér og það er það sem að gerði, þannig ég tók upp 3 myndbönd og síðan var ég á þeim stað að ég var, þú veist, ég postaði þeim ekki strax að því maður er stundum, þú veist, þegar maður setja sig svona út eins og maður gerir þá er maður svolítið bara, þú veist, ok, ég er að gefa allt hérna fram, þú veist, hvað ætli fólk finnst mig hvað ætli, þú veist, svo situr ykkur svona random dutti sem maður bara ekki búin að tala við kannski í 5 ár svo sem hagaskóla hvað ætli honum finnst þetta en skilur þú veist, þetta svona, þú veist þetta defi og skilur, tekið við þetta? Ég tekið við þetta, það er akkurat þetta fólk, ég tekið sterklega þetta maður svona, hvað ætli hérna fólki sem ég var með í grunnskóla eins og maður sé bara þess að skipti einhverju máli en já, ég satt á þessu og bara, og þú veist, það var alltaf þetta bara hvað fólki finnst, eitthvað svona en síðan var árið að klárast, það kom desember og ég bara, en ég sagði sjálf mig, ég ætla að gera eitthvað svona þessu ári þannig að þú veist, ég var að klára, árið að klárast þannig ég postaði bara, hendi bara 3 myndböndana á einhverju, þú veist, á 10 dögum eitthvað og bara strax, skilur, og komum bara skemmtileg viðbröð, bara mikil áhorf og bara jákvæði hlutir sem komu, þú veist, það var ekkit neikvæð komið, ekkit svona eins og maður sér bara hvernig TikTok er, skilur, þú veist, og svona, þú veist, það eru bara nafnlausir akkántar sem maður eru bara segja, láta allt flakka og fyrir viðkoma, þá er þetta alveg, sko, þú veist, þá þarf maður alveg að en er þetta ekki bara svo nútral brans, eða þú veist, það er ekki tækt að hata á þetta, þú er bara að fara út og borða mat, skilur, og bara tala um mat og sína mat, þú veist, hvað á maður að vera eitthvað að setja út á, þú veist, það er bara nákvæmlega, en maður er alltaf hrættur, ég veit það, ég skilur því það spurning hvað hann að tyggja matinn mikið hvort hann sé að tyggja það nóg já, þú veist, og þú getur alltaf fengið líka bara, hvað er þessi gaur, hvað heldur hann að hann sé eitthvað, nákvæmlega en það er bara, maður á akkurat að reyna bara að íta þessu burt og bara þetta skiptir einhver máli maður. Nákvæmlega. En er þetta svara þessum jólasönnum sem er eitthvað með eitthvað stæla? Er engin með stæla? Veistu, það er lítið sem ekkert. Eiginlega bara, þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta er mjög fyndið, skilja, að ég hef líka bara því að tala við fólk, eitthvað svona, ég lesa komment, það er bara, þú veist, það er allir næs í kommentunum, ég veit það er bara að því að mér finnst svo skrítið að vera eitthvað það er allir, þú veist, af hverju ætti ekki allir að vera næs, eða þú veist hvað af hverju maður er bara, ég held að því maður er bara ekki vanur öðru eða eitthvað, skil, það er náttúrulega líka þessi endalausa þráhyggja á samfélagsmiðlum eins og bara maður sér á þessum fótboltastrákum sem er að gefa tónlist núna þeir megi ekki fá að gefa tónlist að því að þeir eru í fótbolta það kemur heiti sko. Bara endalaust bara eitthvað, hvað eru þessi fótboltastrákar að gera tónlist, þú er bara heimaður á bumbunni að borða snakk og leiðum bara að henda út tónlist og þú fílar það ekki hlusta á eitthvað annað sko. Svo Rúrik æskæs Rúrik í dag performa bara fylla hallirna bara laugardagshöllin bara nokkru sinnum nákvæmlega og einn íspinna þannig í rauninni á maður bara það er bara gott að vera með haters það er bara kannski það er gott, það drifur mann áfram bara það er svolítið þannig þetta er svona líka þeir sem eru með svona þessar doubters skilur bara, heyrðu, horfðu á mig þá watch me bara, þú veist, þetta er fjúl fyrir rosalega marga líka sko. En þú þú byrjar þessu 3 myndbönd og
þurftir að sjálfur að setja út í byrjun eða byrja strax einhverju að hafa samband við þig að vilja fá þig? Það var eins og segið, bara gjafabréf hjálpaði mér rosalega mikið þarna. Þannig að þú byrjaði bara að taka þá runu sem að var þarna, Já, þannig að þú náðu kannski nokkur myndböndum komaðar að stað. Já, og bara þetta sem að náðu fólki skilið því ég var bara hreinskilin, segi bara það sem ég finnst, en þú veist náttúrulega, ég segi bara, ok, mér finnst þetta ekki gott, ég kannski hvíla ekkit lengi á því, en ég hæla þetta allt sem ég finnst gott, meira skilur, bara ég fór þarna, mjög með þetta, smakkið þetta, látið samt, þannig hambúrgar í friði hann var ekkert spes en mangirnir, þeir eru geggjaðir. Þetta samloku aðferðin maður lærið þetta á einhverjum svona fyrirlesturum þá segir eitthvað jákvætt og svo er eitthvað neikvætt og svo endar á eitthvað jákvætt þannig að þú ert svona það er nákvæmlega, slæmt gott þannig að þetta er svona þegar maður er að reyna að byggja einhvern upp eða gefa einhver svona gagnrýni sko. En þetta var akkurat, það er svona hvernig myndböndin mín ég reyna alltaf að vera eins hreinskilin og ég get hvað mér finnst og hvet fólk til að prófa eða svona vísa þeim í áttina því sem að mér finnst vera gott. Og ert að klippa og vinna þetta allt sjálfur? Allt sjálfur. Já. Er það ekki mikið vinna? Jú, þetta er nefnilega gríðlega mikið vinna sem fyrir bak við þetta. Þetta er alveg, kvöldin, ég fæ ekkert að horfa, ég horfa ekkert á Netflix á kvöldin lengur sko, þetta er bara, maður situr bara í myrkur herbyggi og ég ger þetta allt í símanu líka ég tek upp á síman, ég tala inn á síman ég klippi þetta í símanum og ég texta þetta allt í símanum það eru til fljótar aðferðir, ég veit að ég get bara hendi eins og tölvu, þú kannski þekki veist hvað ég er að tala um það að þú veit sko tölvust fljótar að þessu en ég bara, ég byrjaði þetta og mér finnst bara, ég kom, maður er búin að gera núna kannski 100 og eitthvað myndbönd hann var orðið svolítið lúkin á þetta Já, það er líka bara kannski komin ákveðin stíll yfir að það var kannski myndi bara tilfinningin breytast aðeins á myndböndunum sjálfum eða myndi fara eitthvað breyta og miklu sko. Já, það geti alveg verið sko, því að ég reyna að hafa þetta bara eins svona generic, skilur bara svona og ég get. Og ertu þá bara með þú bara sest við borð og svo ertu bara með einhvern stand fyrir síman og svo bara tekur upp og Nei, mér myndi finnast það óskrítið þá var ég bara eitthvað fólk bara það er sama, ég bara Nei, ég býð alltaf einhverju með mér og Egill special shoutout á hann er búin að hjálpa mér ótrúlega mikið og bróður minn reynda líka og þeir náttúrulega hafa fá betri helmingin af öllu sko, þeir koma og fá að borða það saman og ég og þegar maður fyrir náttúrulega veitingstæði núna því að vera að bjóða manni þá er þetta bara pantið það sem viljið þetta er ekki það sem viljið, bara verið bara og maður alltaf bara trýtaður rosalega vel þegar maður búið til efni fyrir auglýsingu fyrir staðinn og þá og síðan þegar þeir eru búnir að taka upp þá eru þeir bara búnir síðan kemur vinnan þegar ég fyrir heim skilu, og sest yfir þetta og stundum er þetta þannig að ég bara mæti á staðinn og ég tek bara upp og ég er ekki með neitt svona hvað ég veit ekki bara ég tek bara upp og síðan situr þetta í haustnum á mér í svona 2 daga og mallar svolítið og þá byrja ég að hugsa bara ok, kannski gera þetta svona, tala þetta og síðan reynir ég svona að henda því inn í forritið. Og hvað ertu að taka upp lengi? Hvað er þetta svona langt myndband til þess að klippa? Sko, prósessið frá því ef við tökum ekki með, í fyrirútaborða þá myndi ég kannski segja þetta ég eru svona kannski 4 til 6 tímar eða eitthvað svoleiðis á myndbandi. Já, ég myndi segja að það var svona ágætlega fyrir, kannski 2 klukkutímar, ekki kvöldstund þá klippi ég síðan daginn eftir tala inn á og texta. Þá meina ég sko, hvað er þegar þú bara ítir á rekk, hvað er þetta mikið myndefni sem þú ert síðan að fara yfir? Já, alltaf mikið sko, ógeðslega mikið. En þú veist eins og segið, það byrjaði að vera minna núna því maður veit hvaða, maður bara svona klippið hvað virkar og svona. En eins og ég fór með Ingo, sáu það myndband, þannig að góði sporturinn. Þegar þú fórst þarna í Gúa. Já, þegar fórum bæði það og í Köku hann að bóði. Sko, ég held ég hafi verið með svona 4 klukkutíma af efni eða eitthvað og þetta var erfast sem ég nokkuð tíma klift, sko, voru þau bæði þessi myndband, sko. Að þetta var svo mikið og það er svo mikið að gullið að það og samt ógeðslega mikið líka sem það bara fylltir í burtu hann að það tók alveg mjög langa tíma. Þetta voru alveg bara 2 vikur eða skilji ekki constantly en ég var komað að þessu, ég tók bara svo 2-3 vikur að vinna þetta sko. Ég hafði ekki hugmynd Rósakaffi í Hveragerði sem varst að taka upp það sko og það er bara á sunnudum Já.
En ég meina, hvað allar kettlingar í Hveragerði að baka, þú veist, fyrir hann sunnudag? Eða þú veist, það er svo svakalega marga þetta var ekkert eðlilega sko. mikið að kökum. Ekki smá. Ég held það fyrst, sko. Það var sko, þegar ég fyrir að því að hérna, Óli Óla, hérna á Brútt og hérna kokkurinn, Já. veit ekki hvað tala og hann bendi mér náttúrulega stað, segjum frá staðan við farið að einhvern tímann í þingunni bara geðveikt og þá segir mér bara, þetta eru bara allar konar enn Hveragerði, það eru bara að baka allar ömmund að koma bara með gögurnar og frænkurnar og þetta er bara svona geggju stemming og ég bara, vá, ok, geðveikt bara ég þarf að fara að það og svo mæti ég, síðan spyr ég hérna eigandan bara, er þetta allt, þú veist, ykkur margar pakket og það bara, nei, þetta er bara kona mín hún er bara þetta fyrir alltaf og hún bara gerir þetta allt saman, allar gögurnar, já Svo lítur að standa sveitt á nóttina að baka hann á lögðu Þetta var nefnilega ekki eðlilega mikið að kökum. Og ég held að sé sko ennþá sveittar núna eftir að ég gaf þetta mymband út sko. Af því að sko þetta mymbandi fór í 76.000 áhorfa á TikTok og fór í 85.000 áhorfa á Instagram. Og þú veist, quick math þá er þetta eitthvað í kringum sko, 160-70.000 eða eitthvað ekki sem að sáu mymbandi í heildina. Það er 35% af landinu 35% þjóðinni skilur sem er búin að sjá þetta og ég hérna, ég er búin að heyra líka þú veist að það eru ótrúlega margir að fara núna að kíkja á sunnudum, þannig ég ætla bara að vona að það er bara brjála að gera hefur núna af því þegar ég kom að það, þá þú vorum einir að inni sko. Þannig að það er gaman svona að geta sýnt fólki og eitthvað þetta, skilur sem þetta snýstum líka bara að sína og hvetja fólk til að koma, þetta er svolítið win fyrir alla sko. Þetta er bara geggja fyrir bara allan bransan að hafa sjáanlega, þú veist þú lappar og sér matseðil það er allt öðru sig að fara að lesa hvað er í matinn heldur en að sjá bara réttin á myndbandi, skilur, hvað þú ert að fara að fá að borða, þú veist, þetta er fyrir svona mataperra eins og mig, þá finnst mér alveg gaman að sjá alla þessi rétti á öllum þessu stöðum, sko. Er það ekki? Jú, er þetta ekki, þetta er svolítið svona ég borðum með augunum líka. Já, og ég horfði á þetta líka svolítið svona, þú veist, þetta er pínu svona word of mouth feelingur sem þú ert að fá, þú veist, að því að þetta er ekki svona, þú veist, strætó auglýsing, skilur þetta er ekki í sjórpunu og þetta er svona, þú veist, þetta er eitthvað bara út í bæ að segja frá okkur mat þá er þetta meira svona, þú veist, það kemur svona byggist svona, þú veist, tröst á milli okkar skilur sem er ekki eitthvað tröst á milli þú veist, sjónvarpsauglýsinga eða þannig að þú veist, það hvetuði kannski meira til að taka bara, já, kannski ekki prófa þetta þú veist, þetta er eins og félagin var að segja frá okkur stað það er miklu líklar að fara á staðin eftir að eitthvað, bara vinniðin segið frá honum heldur nú þú sér það auglýsingu út í bæ algjörlega, þetta er svona word to mouth bara fyrir bara já, svona stóru skala í rauninni já, þetta er geggjað sko, ég er nefnilega rakst á þig fyrir kannski hálfu ári síðan eða eitthvað meira og núna poppar alltaf upp sko, þetta er hérna það er alveg óþólandi alltaf út allt sko Nei, mér finnst það geggjað sko. Ég hafði mjög gaman að þið þegar fóruð til kúabóndan hérna, hvað heitir hann? Davíð, já. Davíð á hérna sem er í mitt í kjött innar landsliðinu? Já. Mikill meistari mjög skemmtilegur og indættilega, hann hafði bara samband spurði bara hvort við vildum ekki kíkja og ég bara þú þarfst ekki að segja meira þetta, ég er búin að smaka kjötið sko, ég er bara mjög til í að koma og kíkja eins baki tjöldin hann grillaði fyrir ykkur og svo bara familjan annar maður og það var alveg geðið það var svo heimilislegt svo góð svo sátum við bara á eldursporið og það var bara mjólk og kjöt og þetta bara þú veist skilur bara pína eftir það við sátum hann heil lengi spjöllum og borðum þetta var bara og ég komst að einu sko, þetta kombo mjólk og kjöt það bara toppa rauðin og steik sko. í alvörunni en þarna í þessu augnabliki það var þetta bara, okay, þetta er bara svona þú veist, ég tala um eitthvað kombo núna að tala um eitthvað það var alltaf, það er jafna við er þetta jafn gott og mjólk og steik sko. Það er líka eitthvað við að sita í sko sveitabæ við þetta ákveðna borð að því að þú upplifa svo sterkt að þarna ertu komin í sveitina sem að kaffitímanir og allt þetta eru það myndast eitthvað svona orka í kringum þetta sem er geggi sko. Beint undir spena sko. og það er bara geggja sko. það er bara geggja og það er þetta svona þú veist það veit allir hvað er að gera einhvern veginn veit allir, já við erum núna að fara að setjast allir og bara rútínan og að sér það bara á það er kaka og mjólk núna og þú veist sveitin er geggjum sveitin
hún toppar ekkert sveitina sko. Síðan eru sumir sem myndi segja að væri bara pirraði pínu út af þessu að kalla að þetta er bara Hlíðin og Hveragerði og ég sagði, heyrðu, síðan fór ég út á land og það voru sem bara 8 manns bara, út á land, góði sko 40 mínútur fór bænum bara, það var alveg ég slóa okkur taugar hjá sumum hann þegar ég sagði þetta, maður alltaf sko úr Vesturbænum, ég fer ekkert út fyrir hann sko, þannig að bara, þú veist, ég kom inn í Mosó sko, það var ég komin í Já, en maður þarf að fara yfir eitthvað heiði, þá er maður komin út á land sko. Takk fyrir. Ég var að fara í þetta sko, ég náttúrulega Mosó sko. Já. Ég tengi svo sterkt við það er ekkert meira pirrandi þegar einhver kemur og hendur í Moses sveit sko. Já, það er partur að Reykjavík í dag sko. Ég er að segja það, þetta er bara Kjalarnes líka, ekki? Maður fyrir strax í vörn, þannig að ég kannski skil það kannski ágætlega. En ekki það að Hveragerði er alltaf bara sveitabæri í rauninni. Þín orð, ég þór ekki að segja þetta Já, en ég meina alveg eins og Hvammstangi er sveitabæri skilur, þetta er þú út að landi, þetta er vel ekki pínu litli bæ, hvað búa margir hana? Ég myndi ekki segja Hveragerði sé sveitabær. Sko, Hveragerði er það sem að Dalvík er, þetta er smábær við hliðin á aðeins stærri bæ. Er Hveragerði það sem Dalvík er? Nei, er það sama eins og Dalvík. Þú veist, Dalvík við hliðin á Akureyri og það er einhvern veginn litli bróður innan við hliðin á. Nei, Dalvík er miklu minna maður. Eða? Já. Já, það er bara svona nú fyrir ykkur að kommenta henda í með tölvupost bara látum við vita það er mathöll í Hveragerði. Já, mathöll. Eitt stæðsta hótel landsins er í Hveragerði, Örkin. Ég ætla bara að biðast afsökunar á þessum orðum mínum og tekið þetta allt tilbaka. Já, en við erum alltaf þetta eins og Reykjavík. Þú veist ekki glemma því. Þetta er alltaf stekk og áður en ég veit, skilur, þá verður búið byggja upp alla heiðina og Hveragerði verður bara orðin bara svona partur af þessu En hvað er næst á dagskrá? Nærðu að halda bara áfram endalaust? Kemur ekki að því að það eru bara engin fleiri staði til að heimsækja? Sko, með að við að það séu bara hérna miðsvæðis eru 100, nei, meira, ég man ekki hvað þetta er, endur yfir allavega svona 170-80 staðir, bara á þessu litla svæði hérna. Þá er ég ekkert að fara eitthvað verði ekkert uppskroppa held ég bráðlega sko. Og þegar mér er hægt að vera boðið eitthvað þá bara fyrir maður lætur maður bara sjá sig, það mætir maður bara skilur það er þannig að þú veist að því að þetta er svona það sem er meira líka svolítið svona passundæmi sem ég byrja að gera núna, þú veist, er að fá ykkur skemmtilega með mér, skilur bara eins og myndband sem er að fara að koma út núna í vikunni, þá er ég með Villa Netto og við förum á Ramen Momo á í bankastættinu og ég er fórun inn í fyrst skipti og þeir sem voru með, þeir buðu mér að spyrja hvort þau vildi ekki koma því að við vorum með svona keppni einn daginn, það sem að borða hver er fljótust að klára extra spicy núðluskál skilur, þetta er bara svona, þú veist, þið sörður ekki eins og svona stert, skilur og spurðu hvort ég vildi ekki koma og ég bara ekki, jú, þetta er ógeðslega gott efni, ég verði eiginlega að koma og þá hefur ég segið, ok, núna þetta er svona tilvæglega að bjóða okkur með mér og þá sendi ég bara Villa Netto, bara þekkt hann ekkert fyrir þetta, bara hæ, bara big fan, viltu koma með mér út að borða og hann alltaf bara meira en til, skilur við bara og síðan hittustu þarna, hálftíma fyrr á prikinu, sattu þar spjöllum og svo fóru bara inn og tókum upp þetta vídeo. Lest hann ekkert vita hvað var í boði? Mæ, nefnilega ekki, sko. Eina sem ég spurði var, sko, fílar sterkan mat. Og hann bara, gaur, ég elska sterkan mat. Það er bara, ég er mjög góður með sterkan mat, meira þess að. Það er bara, ok, frábært. Þá er ekki að fara að segja meira, þá er komum, skilur. Svo hitti hann er kominn, nú getur hann ekki sagt nei. Og þá bara, heyrðu, við erum að fara þetta er svona aðeins öðruvísi. Og síðan, sko, hann sagði, hann er bara, ok, þetta er alltaf, en ég er svona að leika í kvöld. Hann er svona að leika í laddasýningunni. Og sko, síðan sendur hann á mig kvöldið eftir að búin að taka ég ætla að ná í síman að þið langar að spila þessa hljóðklippi fyrir ykkur ég ætla að vona að hann fyrirgefa mig samt fyrir þetta þessi var góður maður pælti að bjóða bara einhverjum svona sem þú þekkir ekki beint og bjóða upp á þetta veist, hann að koma í góðum mennsku sinni skilur bara já þetta maður ég mæti ekki gaman að fá bóða
á dollunum var í leiksýningunni alveg að koma fram Svo líka situr þetta alveg í manni í svolítið tíma svitnandi og... Þetta reynsa samt vel Þetta reynsa nefnilega mjög vel, ég get alveg fakt á það líka sko. Af því að ég var sjálfur kvöldi skilja, á klóstinu og ég hugsaði til hans ég bara, fuck, ég ætla að vona að hann sé ekki að gangi gegnum það sama og ég er að gangi akkurat núna og ég er ekki að ljúga 20 mínútur seinna þá sendir mér þetta hérna skilabóð sko. Eftir áhrifin á þetta þessar núðlur eru tjúluð. Ég er náttúrulega með lélegan maga fyrst og fremst, sko, þannig að ég er búinn að vera að sína ladda hérna. Ég er búinn að hlaupa, no joke, 5 sinnum á dolluna. Og sko, ég er kortir yfir að haltur þetta því að mér er svo illt í raskatinu. Kortir ég að vera haltur og raskatinu Svo illt í raskatinu við fannst þetta svo, hann er náttúrulega ekkert eðlilega fyndið sko, en ég var bara, vá ég ætla að nota í miðbandinu sko. Ég ætla bara, og nú búin að spoila þessi hérna líka þannig að núna, já, hann fyrir ekki að mig bara ég væri alveg til í að testa þetta er þetta eitthvað reglulegt þing? Sko, þeir eru reglulega með eitthvað svona keppni sko. Þetta er eitthvað sem gerir einu svona ári okay. Síðan eru með aðra keppni þá eru fljótastur að borða 600 grömm af núðlum skilu, það er alveg mikið magn á einhverjum tíma, hann fær, þú veist, einhver vann bara ár af núðlum hjá þeim, einhver vann einhver ferð til Japans, skilur, þú veist, þetta er bara svo þeir gera stór hluti úr þessu. Þannig að ég ætla bara að gefa þeim líka bara sjátt bauð okkur, bara geggja staður og og fylgist með þessu, þú veist, á Instagraminu er að hvenær næstu keppnir eru, sko. Þetta er alveg eitthvað fyrir mig, sko. Þetta er eitthvað sem ég geti haft gaman að, sko. Ég geti aldrei tóra svona miklu. Nei. Ekki 600, nei, ég er að hugsa hitan sko, svona spicy sko. Já. Og hvernig var þetta spicy? Þetta var spicy, sko. Þetta var, ég var búin að hæpa þetta samt miklu meira upp í haustum heldur en þetta var. Þú veist maður, þau fórum inn við þurftum að skrifa undir, skilu, bara voucher, bara með hérna nafn og kennitölu og bara, þú veist, bara ég er að fara hérna inn á minni eigin ábyrgð. Allt sem að fylgir þessu við getum ekki kent ykkur um það, basically. Þau gera þetta líka í Hot Ones. Það er bara að skrifa undir svona. Þetta er samt svo, þetta er bara líka auðvitað stressast maður aðeins upp við það. Fara að skrifa undir eitthvað plagg áður maður getur ykkur á núðlusúpu, sko. Nákvæmlega. Tryggingafyrirtæki getur ekkert gert í þessu. Nei, ekki nei. Pældi því að vera bara eitthvað faraðinn, bara vísviljandi, bara eitthvað borðakókslert og síðan vera ekki eftir reyður út í þá. Sem ég liður svona núna, hvað, þú veist, en allan þarna geta frelsa sig af öllu svona dæmi, skilu. Og við náðum að klára þetta. Ég held að metið hafi verið eitthvað náðu þessu á 4,5 mínútur, við vorum hann í 20 mínútur að klára þessu súpu eða eitthvað, sko. Trikki er bara að borða hratt, sko, þegar ekki leifis að anda, bara halda áfram. Við gerum það, við vorum alltaf tuðandi allan tíman, skilur við bara að spjalla hitt og þetta. En að drekka mjólk á milli? Það er bara að drekka mjólk eftir á. Eftir á? Já, bara suffer now. Bara cry later. Ég er alveg svolítið elska spicy mat, sko. Og ég með moment þegar að ég sko byrjaði mína vegferð í spicy mat, sko. Þá var ég nemi á Grand Hotel og var með einum öðrum nema og þá var svona hópur af Filipseyingum búin að halda fermingum. Og við vorum að ganga frá eftir ferminguna og öllum borðum var svona lítill diskur með einhverjum chiljum á. Og það var allir svona litlir einhvern veginn og við bara svona, hvað chili er þetta? Þá einmitt fóru á munu hvern annan, sko, og það var bara svona tekið stærsta chiliinn og hann stærsta chiliinn og svo bara borðaði hann allan heilan, sko. Þá var þetta svona bird's eye chili sem er, þú veist, ég höndla tölur betur í dag, en á þessu tíma þá bara, við stóðum við mjólkuvélina grenjandi, sko. En þetta er eitthvað sem þú lærir, samt, sko. Já, sterkar mat. Já, þetta er bara, ég get miklu sterkari mat í dag heldur en ég gæti fyrir 2 árum. Já. Þetta er bara eitthvað sem þú vinnur að sá, sko. Eins og helviti skokkurinn segir. Þetta er vont á leiðin inn, verð á leiðin út. Hvenær er maður þegar að njóta eiginlega? Hvenær kemur það augnablik? Það er ekki til að njóta. Það er ekki svo masokista væpa. Það er so good. Þannig, þetta er svo kropp í sár. Ég held að þetta er ángríns einhvern veginn þannig. Þetta leysir upp, þetta hleypur út einhverjum efnum í líkamannum, einhverjum serotoninum og eitthvað. Þetta gefur einhver svona smá, einhver svona ánægju vímu í
smá stund og meðvort upplöfu þetta sko. Þannig að þetta er bara bókstaflega gott vond og það er eitthvað, ég fíla þetta alveg í tætlur sko. Svitna og svo svitna maður alls staðar og maður verður svo óþægilegur við tókum vel til því sko. Það var bara perlað af okkur og maður einhvern veginn verður allir svo skrítinn einhvern veginn að því að maður er fann að svitna alls staðar og svo er maður fann að hugsa þú veist, svo er þetta misjant eftir chilium sko. Þú getur farið, þú veist, eins og ég gerir hot sauce sem er bara uppáhalds hot sauce mitt sem er úr svona moruga Skorpion heitir hann morðingjapipar hann er gríðarlega sterkur sko. Hvar farið hann? Það er verið að rekta þú er að fara þangað það eru með chilipipar rektu bara á Íslandi Heiðmörk held ég að heita það? Heyrðu, bara ég er leiðin að og þeir eru sko alveg með frá bara venjulegum bara rauða og upp í jalapeno og svo eru alveg með upp í Carolina Reaper sko. Þannig að þeir eru með allan skalan þetta er selt í Krónunu hér og þar og svona og ég pantaði, ég hringdi einmitt og pantaði hjá honum einu til þess að gera bara heima og spurði hvort ég geti fengið 500 gram og hann sagði, ætla ekki bara að fá kíló ég bara, hver er að panta kíló af þessu eitri sko. En það er einmitt svona þú borðar hann og hann bara ræðst á því sko. Og svo bara 10 sekundur setna þá bara svona fer hann að jafna sig sko. Pæli myndi bjóða Villa þangað það myndi ekki talað um aftur sko. Adam, þú ert að fara einn þangað sko. Já, það er ekki sem myndi vilja koma með mér þangað ég gæti ekki þjást eitt, ég þarf alltaf að fá okkur menn mér skilur bara sko, ég með hugmynd, dættu bara Ívar helviti skokkin með reyndar, hann kaupir mikið hana mjög góð maður hann er líka er að panta svo mikið frá í sultuna sína þannig að það er mikið samstarf þar og það er klálega það er geggjað, ég elska einmitt allt svona bara að hafa farið í þessa vegferð að bara framlega chilipipar á Íslandi það er alveg magnað wasabi, íslenska wasabi er eitt af því besta bara ég hef heyrt það, ég smakkaði líka á fiskmarkaðanum, það verið bóðað þar það var mjög gott það er bara, þú veist, allt hitt wasabi er yfirleitt ekkert wasabi nei, er þetta ekki bara eitthvað sinnep? Nei, þetta er piparót já sem er lituð og þetta er sko að hræra þetta drasl þetta er mesti viðbjóður í heimi þú bara fær svona póka duftið svo hellur í skál og svo setur þú vatn út í þetta og þú ert að hræra og þetta er rosalega all öndunarfærin og augunar og maður er grenjandi einhvern veginn að hræra þetta saman sko. ég veit hvað er að tala um hann ég finn fyrir, ég veit, ég skilda mjög vel en aftur að þér hendumst í sveppina það er nefnilega næsta sem ég langaði svolítið að spyrja út í takk fyrir að tala meira um mig ég elska fátt meira eða að tala um sjálf mig fyrsti viðmældur okkar hann stoppaði okkur inn tímpunkti til þess að leiða okkur aftur að umræðinu við erum út um allt við erum að reyna að hafa heimilega okkur en sveppinir, það er eitt af nýju myndböndunum þá sem að bæði ég og Davíð erum búin að sjá þá þessi Lion Mane sveppir sem að ég googlaði á hann hvað heita á íslensku en er búin að gleyma þeim þeir eru nokkun upp sko, ljónsmakki er þetta umferða í að sveppinir hérna? Þetta eru ekki þeir Nei, þeir það kemur við heldum þeim á umfyrir en sko þetta eru Lion's Mane sveppir ljónsmakki og síðan var eitthvað sem ég man ekki hvað var ígulkers brott eitthvað bla skilur þetta svona alls konar nöfn en bara þekktasta nafni yfir þetta er Lion's Mane sveppur og við erum sem sagt að rækta þetta og erum sem sagt við erum ekki fyrsta að rækta þetta á Íslandi en þetta er fyrsta ræknun sem er sem sagt að rækta þetta sem fæðubótar efni af því að Lion's Mane sveppurinn hann er magnaður en það er þess að 2 efni í sveppinum sem finnast ekki hvergi annars staðar en það sem þau gera er að þau hjálpa sem sagt tauga frumunum í líkamanum að vaxa og að bara þetta læknar gamla taugafrumur og þetta bara þetta er bara sem er náttúrulega bara líkamann þetta er bara það sem stjórnar öllu eru taugafrumurnar bara tilfinningarnar og bara niður í tær og upp í heila og þetta hefur svo góð áhrif á hausina þér og það sem ég fundi fyrir skilur eins og bara með heilaþoku hún bara er svona fór bara á 2 vikum ég var miklu svona minnið svona meira svona skýrari það geti heldur meiri einbendingu þetta er svona sérstaklega þegar ég sko skríntamið mitt er kannski aðeins higher than average bæði að það ekki vinn í símón rosalega mikið og líka maður bara liggur á TikTok sko. Og aðteklisbresturinn hann fer versnandi með aldrin mér finnst þetta bara, þú veist, ég er bara
sem mér finnst pínur svona, og þetta er svolítið svona meðalum mitt á móti því líka og við erum búin að fá frábæð viðbrögð og þetta eru sem sagt, þú veist, ég er ekki einn í þessu, við erum nokkrir, en sem sagt, þetta er Raggi, hann er svona brainiacinn á bakvið allt saman, Ragnar, hann byrjaði að rækta sveppi sko 16 ára bara í geymslun í blokkin heima á sig sko, þú veist, bara að fikta sig áfram og núna 17 ára seinna, skilur, er þetta loksins að verða veruleika að við séum að framleiða, þú veist, og við erum líka að passa að það sé hágæða efni sem við erum að búa til, varan sem við erum að skila frá okkur. Og hvaðan fáið, hvernig virkar þetta? Þeir eru að kaupa, þú veist, bara frumur eða hvað, þú veist, hvernig byrjiði? Já, basically þetta er þannig sko, við vinnum rosalega mikið með íslenskum fyrirtækjum, þú veist, þetta er svolítið svona hringkrás sem við erum með, þannig að þú veist, það er svo það sem að sveppurum vex í þetta við fáum bygg og frá bíóbóndanum og við fáum kaffihismi frá teokaffi og þetta er það sem við notum í blöndinu okkar sem að sveppurum vex úr og síðan þegar við erum búin að nota blönduna, búin að fá sveppun okkar, þá fer þetta bara í skógræktarfélagið, skilur moldin, þannig þetta er bara svona hringkrás og það er ekkert sem gefur meiri líf heldur en sveppur. Svona, þú veist, í jarðveginum. Því sveppurinn, hann náttúrulega étur allt upp, skilur, þegar mygla og þú veist, eitthvað svona eins og, þú veist, dauðinn og þetta, það kemur sveppurinn, en hann býr líka til lífið. Og sveppur er bara eitt af því fyrsta sem var bara eiginlega ástæðan að við erum í dag, er út af sveppum, að því áður en að var, þú veist, áður en að var, blöndur voru sveppir kominur undan. Og DNA okkar er líkara sveppum heldur er plöntu DNA er líkara sveppum, skilur við eigum meira sammeilegt með sveppum heldur er sveppum með plöntum en það sem að en aftur að því hvar við fáum þetta við sem sagt við fáum basically bara Lion's Mane svepp í hendurnar eða DNA eða því og það sem við sem sagt búin að vera að gera og byggja bara hægt og rólega og með klónun og bara með bara vísindalegu vinnu, ég er ekki þar megin þar er ekki og þeir sko það var bara, sko, þurfum við að fara alltaf að flytja inn meira eða eru það náið að þú veist, nota framleiðsluna til þess að framleiða meira eða þurfum við að halda alltaf áfram að fá nýjar hvað segir, bara stopp nýjar stopp? Já, stopp, já, það er þetta er bara svona, þú veist, já, við þurfum alltaf að fá svona eins og tísur ári kannski fá okkur fest inn til að blanda í við gömlu flóruna og þetta er náttúrulega síðan, þú veist, að reynum að rækta þetta inn í aðstofun sem við erum með og sá sem þrífst best þá sem að gefa mest frá sér þessi lítur best út við getum síðan tekið það inntak og bara klóna hann og búið til nýtt þannig að þú veist, við erum alltaf að fá flottari og flottari vöru og það sem að við erum búin að vera að fá í dag við erum búin að vera, þú veist, þeir eru búin að vera að vinna að þessu síðan sko 2021 og núna eru við loksins komið með þetta á markað sem vöru og fólk sem er búin að vera að fá þetta, þú veist, þetta er við erum byrjað að selja þetta núna í fyrst skipti en fólk sem er búin að vera að fá þetta bara, þú veist, það tala allir eins bara, þetta er að gera svo góða hluti fyrir mig, fólk með kvíða til dæmis og svona, þú veist, eins og tala þetta er bara taugakerfið það bara, þú veist, bara næri þér niður ég finn þetta bara líka í mínu líkama skilur bara að mér er svona ró yfir mér yfir daginn, þó að sé brjálað að gera og 100 hluti sem við þarf að svara og sinna og fara þangað og gera þetta og allt þetta og síðan með 2 börn og konu og heimili og hvað eina þá finn ég bara svona, þú veist, að kerfið mitt er svona, fer ekki svona upp, skilur eins og þessi vanur, eða var þetta er bara svona, ég væri ekki í þessu ef ég myndi ekki bara, þú veist, trúa og finna fyrir hvað þetta er magna dæmi, sko. Hvað er það að framlega mikið af sveppum, svona bara almennt? Við núna erum við í skölunarfasa við erum alltaf bara nýkonum með þetta á markað þannig við getum séð hversu mikið þörfin er en það sem við erum líka að gera við erum að heyra búin að vera í sambandi við marga veitingastæði Já, akkurat og þú veist, og þessir sko high-end flott staðinir í bænum þeir vilja geta boðið upp á Lion's Mane og perlu ostrur og risa ostrur og svona bara eitthvað meira og líka bara búið til á Íslandi að þetta er allt flutt inn allt sem þú veist, það kemur hérna í vél og síðan situr þetta í einhverjum plastpökkum og fær ekki að anda og þetta bara, þú veist, þetta lífstímina og þessu bara engin þannig að þetta er líka annars svona, þú veist, við erum að fara 2 leiðir þarna
við erum að fara að bjóða upp á, þú veist, áveitingastöðum og þá náttúrulega geggja, þá er bara, þú veist, er ég hérna líka á milli, sýni frá staðinum, sýni hvað erum að bjóða upp á og síðan erum við með fæðibótarefni til hliðar sem er bara fullkomið fyrir alla sem vilja basically bara fá meira frá sjálfum sér. En hvað með fólk sem með sveppasýkingu og eitthvað svona vesinn? Sveppasýkingu bara tánum með það? Já, bara alls konar. Það er oft líka á líkamannum með eitthvað þannig. Já. Það er oft verið að tala að halda sig frá þá sveppum og osti og alls konar. Já, þú meinar, svoleiðis. Já. Það er góð spurning, ekki eitthvað sem ég hef kafað mikið í, sko. En ég meina það er alltaf sveppir í okkur. Já, það er bara þú þessu góður að slæmir. Það eru sveppir, hérna bara, við núna erum að anda okkur bara sveppa, hérna, hvað heldur þetta, hérna, bara frjói, eða svona spors, bara núna, bara í hvert einskið sem við öndum inn út, þetta er bara, þetta er út allt. Og þeir eru alltaf að leita, þess að þú opnar brauðið og síðan lokar bókanum, skilu, og stuttu setna þá, hérna, kemur myglan, það er bara því að hún komst í úr loftinu, skilja. En nú hefur við báðið farið hann á flúðasveppi og skoða hvernig þið gera þetta þar. Þú veist, það er ekki smástór aðstæða sem er í gangi þar. Já. Þetta er væntanlega aðeins minna hérna sig hjá ykkur. Já. Og hérna, en þar fáið byggi frá bændunum, þú veist, hérna allan afskurðin og það er bara, þú veist, lyfta súrna og þetta er svakalegt prósess í kringum þetta. Já. Þannig að maður gerir svolítið grein fyrir að þetta er alveg svakaleg vinna, þú veist, að rækta þetta. Já. Kemur manni líka bara alltaf óvart hvað eru margir hana með heilan úti bara einhvern veginn að fikta í einhverju svona, sko. Bara magnað, sko. Þetta verður alveg ótrúlegt að hafa bara heilan í það að fara að framlega einhverja sveppi og vera endalaust að spá í einhverju lífríki, að halda einhverju lífríki í réttu hérna hlutföllum og bara, þú veist, að rækta eitthvað svona, sko, á Íslandi, þú veist, það er. En mér finnst einmitt tilvalið að hugsa á þessa staði, svona helstu staði sem Michelin staði og svona sem eru einmitt bara að leita aðalega í íslenskt. Já. Og eru rosa mikið að nota íslensk hráefni. Já, eða nánast eingöngu, helst. Þannig að þú veist, þetta er mjög sko þekktur sveppur líka í vegan hérna hópum og svona, þú veist, þetta er svona mikið hægt að grillan og gera mikið með hann svona í svona grillpartíum og svona þetta er mjög, ég hef alveg séð hann að svepp sko matreitan og hann er svona svolítið þéttur í sér þegar búið að grilla hann og verður svolítið svona flottur. Hann kom bara mushroom burger. Já. Eða bara steik. Já. Sumir segja, þú getur eldað þetta svona steik sko. Bara krydda þetta bara nákvæmlega eins, berðu bara á þetta það sem hún vill og síðan bara mínútu og sé hvað er hliðinni skilur, þannig að hann heldur í rakan og stendur henni sér skilur. Já. Og þetta er bara lostæti sko. Þetta er rosalega góð matur og fullt af próteini og allt dæmið sko. Ég sá mitt á myndbandinu að það var eitt svona Heisenberg í hérna hazmat sútinu bara með gasgrímuna við tökum þessu mjög alvarlega skilur þetta eru hann eins og segja vísindin hitta náttúruna og við viljum ekki sérstaklega þetta þú veist þannig mikilvægastu þegar við erum að smita og þegar við erum að þú veist að vinna með þú veist bara þetta viðkomustu efnin skilur þá er bara mikilvægt að við séum í þessu svo ekkert sé að fara að skemmast eða eitthvað annað komist í blönduna eða eitthvað svona halda þessu bara hreinu þannig að koma ekkert utan frá einn já, það er mjög mikilvægt sko. Já, þetta er magnað sko ég líka fyndið þegar maður eins og ég segi þú poppar alltaf upp á TikTok ég er náttúrulega TikTok-fíkill eins og þú kannilega og þegar allt í hennu poppaði röddin þín og eitthvað gauri í einhverja hazmat-súti hérna og einhver risa sveppir og framleiðsla ég var svona, já, býtu, hvað er að gerast þér? Nú er hann alveg búin að missa það Nei, ég meina bara gegja en það virðist alveg vera fólk virðist vera mikið að spá í svona hlutum, bara almennt á Íslandi í dag, það er náttúrulega mikið af svona fæðubótarefnum að koma á markað í dag sem eru svona náttúruleg fæðubótarefni, bæði ólíurnar, hérna, CBD-ólíur og allt þetta og svo náttúrulega Happy Hydrate og svona söltin og allt þetta, þannig að virðist vera gríðalegu markaðar fyrir svo fólk hafi sé greiðlega mikið að hugsa út í þessa hluti sko. Já, þetta er svolítið svona hvað maður að setja ofan í sig sko. Og veist að því þetta hefur alltaf verið maður kallar þetta kannski svolítið skamtímalausnir þetta Big Pharma dæmi skilur, ég held að það er rosa lítið mál að fara fá eitthvað subscription skilur hérna fyrir einhverjum lyfjum
og þegar kannski það til fleiri lausnir heldur en að bara fara beint á lyfið, þú veist, hvað ég að borða, hvernig ég að sofa, ég að hreyfa mig og allt þetta og þú veist, ef þú tikkar öll þessi box þá, finnst mér kannski að þú ættir að horfa á eitthvað svona, fá svona þannig aðstoð en þetta bara það sem þessir sveppir gera, skilur, þetta bara eins og með þetta er bara þetta er pínu svona eins og náttúrulegt ADHD-lyf Já. á þess að fakta, þú veist, ég ætla ekki að bara segja þannig, en ég meina eftir þú tekur þetta, þú veist, þetta er hægvirkara þú veist, þetta tekur náttúrulega bara tíma þetta er bara taugakerfið, þetta byggjast upp og á 3. mánuði þá ættir þú veist, ættir að finna virkilega fyrir áhrifunum, sko þó ég fann þetta bara strax í viku 3, sko Og ertu þá bara að taka þetta daglega og... Já, bara með morgumatnum, sko Hvar getur fólk nálgast þetta? Heyrðu, þetta er á heimasíðun okkar northtropics.is kemur á orðinu nootropics sem er bara annað orði við lækningasveppi Northtropics Eingöngu hægt að vesla að þar? Eingöngu, eins og færa þetta aðna við erum að líka bara síðan nýju lönnsöfum en þá þróa þetta elskum að fá feedback frá fólki hvað þeim finnst hvað við getum gert betur með heimasíðuna og bara hvað sem og hvað vil fólk heyra, hvað vil fólk frá eins og segja, fræðandi efni, bara þá gerum við meira þannig. Og þetta bara eingöngu þessi sveppir, það er ekkit eins og Já, en bara... við erum alveg, stefnum alveg að bjóða upp á miklu meira, sko. Þetta er bara þessi, sko hann er að ná rosalega miklu vinsældum með þessi sveppur og það sem hann býður upp á þannig að við byrjum hérna en við stefnum á að geta bóðið upp á miklu fleira því að það eru svo mikið að mismöndu sveppum og það eru rannsóknir að sína hvað, hver sveppum getur bara, þetta er bara pínu svona eins og bara svona superpower líf, skilur, þetta er bara ég vil fá betri þól þá bara fæðum við þennan svepp, skilur, ég vil sofa betur og með betri þarmaflóru þá fæðum við bara þennan svepp við viljum átta betri einbindingu, betra minni, fæðum við þennan svepp, skilur, þetta er bara allt til og þetta er alveg magna dæmi og þetta er að koma meira og meira fram núna, sko. Já, og það eins og segist, það virðist vera bara einhver bylgja í bara hérna á landinu í dag, fólk vill fara náttúrulega leiðir og þú veist, sér bara kaldi potturinn og gufurnar og allt og þetta er bara, fólk virðist virkilega vera með heilan hana, sko, að finna leiðir, náttúrulega leiðir til þess að bara halda sér í standi. Já, það er bara bestið ekki. Já, algjörlega. En núna ert þú búin að vera að flakka á marga staði og, svona, og smakka. Já. Mér langar að spyrja fyrir hönd hans Bjarts, af því hann þorir ekki að spyrja þig. Já. Hvar eru bestu pulsunar? Sko, það eru margar mjög góðar og í myndbandi sem ég gerði þarna þá endaði að vera tröllapilsurnar í Laugardalum. Þannig að nú dettur þetta allt úr mér. Er það sem stungi göt átt á brauðið? Nei, þetta er hérna við Laugalæk, þannig kom namnið. Já, Laugalæk, ok. Þeir eru að bjóða upp á, þú veist, svona, alveg svona feitar, góðar tröllapilsur. Ertu að tala um hennar pulsumeistaran? Já, pulsumeistaran. Já, sigga. Já, þær eru virkilega góðar. Ég skoraði að þær mjög hátt, sko. Já. En síðan náttúrulega þegar maður setur eitt svona myndband út, þá kemur í ljós að ég náttúrulega búin að skildeila bara greinilega alla bestu staðina eftir að það er bara eitthvað gaur, þú er að prófa þennan og þessi staður og ég var byrjar að gera miðband nr. 2 sko, og kynntist á mjög mörgum góðum stöðum Mjölli, Hafnarfirði Selfosspulsan með hana snakkjununa og ostinum já, hún er rosaleg hún er miðbandur sem ég gerði sko. Já, náttúrulega Akranesina, Gelgjufæði eða hvað sem það heitir það er sveitt og góð pulsa og uppáldið þitt, hana Lúan Já, ég er enn eitt pulsum að kæft, sko. Ég er þar líka, sko. Það er líka pulsu, búlan pulsu standurinn í skeifunni. Já, tengi þar maður. Hún er svo klassik, svo góð, sko. Ég held að þess gera laukin líka bara að það fyrir fram að það, sko. Og það er, ég með pulsu, sko, kaupi mín oft út frá væpi, sko. Bara, og svo konan sem afgreiði mig þar, hún er eina mínum uppáhalds. Já. Og svo er hérna kallinn á N1 sem er hægra meginn ártunni þegar þú ert að leiða í mótorhæð. Það er minn maður. Er hann með gliru? Já. Og er hann svona aðeins eldri kallinn? Já, ég veit nákvæmlega hvað þú tala algjörkóngur. Það er ekki bóligrafni úlingurinn. Nei, en veistu, ég stoppa svo reglulega hjá honum og ég hef stundu verið svona kannski að verða 3 mínútum og setni vinnuna samt stoppa bara til að byrja daginn hann, sko, að hitta hann. Hann er mikill vinur minn.
bara til að fá eitt hæ Já, bara, þú veist, það einhvern veginn orðin þú veist, ég hitti hann oftar en bara flesta, sko Já. Þannig ég keiri hann framhjá hverjum degi Bjarti veið bara í lúin til að segja herru, klæsta hann maður Nei, bara ég dreymdi í nótt sagnaði svona maður ruglega En ég segi bara takk hérlega fyrir komuna heyrðu, takk sem við leiðis Gekkið að fá þig Já, bara Ef þú vantar einhvern til að fá með þér út að borða þá er ég alltaf songur, sko heyrðu, beautiful, það er gott að við það ég verði í bandi Hann er góður í pulsónum allan Já endum við það þar, hann er góður í pulsunum eða ekki